Hætta á olíuslysum á Vestfjörðum. Stór eykst ef olíuhreinsistöð verður reist þar. Autt slíkt slys myndi eyðileggja fiskimiðin og rústa ímynd Íslands sem matarframleiðslulands og viss fiskseljanda á heimsvísu að mati varaþingmanns Samfylkingarinnar. Þetta kom fram á spjallfundi Græna netsins helgina sem félag umhverfisverndarsinna Samfylkingarinnar. Mengun völdum fyrirhugaðar olíuhreinsistöðvar var þar einnig til umræðu en hún kemur til með að losa 560.000 tonn af gróðurhúsalofttegundum á hverju ári verði hún að veruleika. Sú tala hefur verið dregin í efa og menn hafa nefnt hærri tölur, 1 milljón tonn. Og það langt yfir okkar heimildum og menn verða að svara fyrir það. Hvaðan á þessi kvóti að koma og hvernig ætlar Ísland að standa við sína skuldbindingar í losun? Greinilega stenst þessi stöð ekki kröfur Íslands og skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum. Stöðin myndi færa Ísland enn meira inn í olíuhagkerfið sem íslensk stjórnvöld hafi sagst vilja komast út úr. Með vetnisstefnu, með loftslagsstefnu þar sem að skuldbindingar okkar eru skýrar samdrátt verulegan eftir 2012. Þannig að ég lít þannig á að þessi stöð bara tilheyrir ekki framtíðinni. Olíuhreinsistöð, hún myndi gjörbreyta þarna landslagi. Við værum að tala í staðinn fyrir að vera með náttúruparadís, hreina náttúru, ímynd er mjög dýrmætt og verður dýrmættari, að þá fengjum við þarna iðnaðar stöð, stóra og mikla, sem myndi setja mjög svip sín á Arnarfjörð til dæmis ef hún yrði þar. Mörður Árnason varaþingmaður benti á þá slysahættu sem olíuhreinsistöðinni gæti fylgt. Á landi mest hætta á bruna eða sprengingum við stöðina. Mörður metur hættuna á sjó þó mun alvarlegar vegna umferðar þeirra 160 olíuflutningaskipa sem þyrftu að sigla inn í Vestfirði og koma við í stöðinni á hverju ári. Það þarf ekki nema eitt olíuslys til þess í fyrsta lagi að eyðileggja fiskimiðin í einhvern tíma, í öðru lagi til þess að rústa ímynd Vestfjarða og Íslands alls sem matvælaframleiðslulands og fiskseljanda allan heim.